Bragi Hilmarsson ungur rithöfundur úr Vogum. Hann aðeins 8 ára gamall og búinn að skrifa sína fyrstu bók. Bókin heitir Ömurleg helgi hjá Pétri og var ljósrituð í nokkrum eintökum og til útláns á bókasafninu í Vogum. Ertu búinn að vera lengi að skrifa bækur? Ekki svo lengi. Ég byrjaði bara á þessu ári. Bókin Ömurleg helgi hjá Pétri fjallar drenginn Pétur sem alltaf að stríða Óla bróður sínum. Þú veist bara, ég sjá mynd af Óla, hann bara grenja og eitthvað. Og ég veit ekki stokkar. Og þetta svona svipað hjá þér og bróður þínum? Nei. Þannig að þú ert bara alveg búin að semja þetta? Já. Og veistu eitthvað, hvernig þú færð hugmyndirnar? Hvernig dettur þér í hug? Hvað áttu að skrifa? Ég veit það ekki, ég bara byrjaði að finna upp eitthvað nöfn og svo bara byrjaði að gera, ég gerði þetta svona þegar ég var komin á miðja bókina og ég veit ekki hvernig ég byrjaði. Og ertu að hugsa að skrifa fleiri bækur? Já. Ertu kannski byrjaður? Já. Og hvað heitir næsta bók? Annar jólum hjá Pétri. Og það sama Pétur og áttu ömurlega helgi? Já. Bragi vinnur textan sinn í tölvu og hefur náð góðum tökum á fingrasetningu og lyklaborði. Ekki svo rétt en stundum það erfitt. Og það ertu mikið að stróka út? Eiginlega ekki. En nú kennarinn að lesa fyrir bekkiðin þessa bók Ömurlega helgi hjá Pétri. Já. Hvernig finnst þér að hlusta? Gaman sko. Ég man ekki alveg hvað gerist fyrst þannig. Já, svo byrjaði hún bara að lesa og nú man ég ekkert lengur sko. Þannig að þetta alveg spennandi fyrir þig og bara hérna krakkana í bekknum? Já. Og ertu eitthvað að hugsa að verða rithöfundur þegar þú verður stór? Ég veit það ekki. Kannski ætla ég að verða fótboltamaður. Bekkjarfélagar Braga áhugasamir lestur og sögur og hafa reglulega sami sögur síðan í fyrsta bekk. Kennarinn þeirra, hún Drífa Thorstensen, hefur beitt áhugaverðum aðferðum til að klæða áhuga á lestri. Ég held þetta hafi byrjað með PALS, sem aðferðafræði þar sem að pör að lesa saman. Og þá þau 2 og 2 og svona kannski örlítið sterkari lesari les fyrst og lesari sem örlítið veikari, hann les svo sama texta á eftir honum. Þannig að hann fær svona smjörþefinn af textanum áður en hann byrjar að lesa. Og þannig eflist þetta og þau hjálpa svona hvort öðru. Þannig ég held að þetta hafi byrjað með PALS. Þetta PALS ég kynntist í fyrir 4 árum síðan þegar ég byrjaði hérna. Og ég var fyrsti kennarinn sem var látin setja þetta af stað með 3. bekk þá, þau eru í 7. bekk núna. Og hafði einhverja kennara sem hjálpuðu mig með það, þeir höfðu farið á þetta námskeið. Ég fór ekki á námskeið fyrir seinna. En ég hef tilengað mér þetta bara inn í kennslunni og PALS yfirleitt þannig að þetta kannski tekið 3 í viku yfir eitthvað ákveðið tímabil. En ég tek þetta 3 viku út önnina bara. Þetta bara hluti af því hvað við gerum og þannig finnst mér að hafa hjálpað þeim, mér finnst að hafa elt þau. Og maður sér alveg hvernig þessi sterkari lesari, þau eru farin að leiklesa og hvernig þeir sem örlítið slakari byrja að herma svolítið eftir þeim. Og þannig hjálpast þau af, eins og til dæmis með Braga sem var að gefa út bókina. Hann hefur bara alltaf verið dálítið góður í að skrifa sögu og var bara mjög fljótur að byrja að skrifa sögu. Og þau hafa skrifað sögu frá því 1. bekk í hverri viku. Og fyrst var þetta náttúrulega bara handskrifað og það var ekki fyrir bara við höfum náttúrulega líka unnið aðeins með tölvurnar, alveg í 1. bekk líka, þá gerðu þau verkefni í tölvum. Þannig að þau eru að skrifa sig í tölvunum. Og ég held að þar kemur líka rosalega mikill áhugi. Þá eru þau ekkert svo mikið að einbeita sér að skriftinni sjálfri, heldur eru rosalega mikið bara að reyna að koma hugsun sinni frá sér og eru ekkert að pæla í því hvernig stafirnir líta út. Þeir eru alveg réttir, bara eins og þeir eru í tölvunni, eins og þau kemur fram í bókunum. Og svo náttúrulega bara fyrir þetta að vaksa og ég fyrir að láta þau vinna eins í tölvunum og skrifa og Bragi náttúrulega fljótur að tileinka sér og hann hefur náttúrulega áhrif
og þannig byrjar hinir að herma eftir honum og hann kvartaði pínlítið undan því fyrst. Þau eru að skrifa eins og ég og ég já, finnst þér það ekki frábært? Þú ert að hjálpa, þú ert að hafa áhrif. Þannig að hann svona, já, ok, og núna þetta bara orðið þannig að einn lærir eitthvað eitt og hann byrjar að miðla þeirri þekkingu til næsta og þannig vex þetta. Þannig að þau eru mjög áhugasöm og það skiptir engu máli, getan skiptir engu máli, hver gerir bara sitt á sínum forsendum.